Við ætlum að halda áfram að forvitnast svolítið meira söngkeppni Árborgar 2017 en það eru 10 fyrirtæki sem að taka þátt og keppni verið haldin á Hótel Selfossi á föstudaginn kemur og þetta alvöru, það generalpröfa og allt saman á föstudaginn og já, margir spenntir fyrir föstudagskvöldinu og þess má nú geta að þau eru með Snapchat líka sem að hægt að fylgjast með söngkeppni Árborgar 2017 og keppendur eru búin að vera með þetta svona dag fyrir dag og þeir eru komnir til mín hérna strákarnir frá TRS sem að taka þátt núna á föstudaginn og þeir Stefán Örn Viðarsson og Árni Þór Gretarsson. Sælir. Sæl. Ég var einmitt að fylgjast með, ég held ég hef einmitt dottið inn á Snapchat daginn sem að þið voruð með snappið og þið voru svona gantan staðins inn í TRS og ég með tók eftir að það greinilega, þið eru bara með kór. Já, ég var nú, það var nú algjör skilyrði sko fyrir því að ég myndi gera þetta væri að fleiri tæki þátt sko, ég ætlaði ekki að fara að gera þetta einn. Nei. Og ég var dálítið smeykur að það erfitt að draga fólkið en það reyndist vera ástæðalaus ótti. Ok, og í raun, þú hefur gert margt í tónlist áður, þetta þér ekkert nýtt? Nei, alls ekki. Búin að vera í ýmsum böndum og gert ýmislegt og búin að vera í leikhúsinu hérna náttúrulega síðustu ár. Já. Spila undir og semja tónlist og mitt að sína verk núna náttúrulega og ásamt 2 öðrum keppendum í þessari keppni sem í sýningunni hjá okkur, þannig að við erum sko að hlaupa úr generalpröfu beint á sýningu og beint af sýningu í keppnina. Já, ok, þannig og við verðum lokað þannig að ég mun missa ásamt hinum 2 keppendunum sem eru frá Sunnuleikaskóla og þær og ég munu missa af því miður að sjá alla keppnina sko, sem er skýtt. Þannig að þið eru í rauninni síðustu atriðin. Já. Ég fæ hann Árna hérna til að taka upp fyrir mig eða eitthvað. En þetta, já, ef þetta hefur verið gert áður þá allavega svona langt síðan. Það verðist einhver svona muna kannski alveg eftir í að svona keppni hafi verið haldin en þetta svakalega skemmtilegt að virkilega búið að vera gaman að fylgjast með keppendum og vinnustöðum vegna þess að það verið að leggja allt undir. Já, það mikil stemning fyrir þessu verið störa í samfélaginu, það margir að tala um þetta. En sko með ykkur, þið eruð að mæta og þið ætlaði að vera með kór og þið ætlaði að taka í rauninni þjóðhátíðalag með Fjallabræðrum og Sverri Bergmanni og það sem hjartað slær en þið ætlaði ekki að vera með orginal texta hins vegar. Nei, okkur fannst þetta ekki nógu góð texti hjá þeim. Það var eitthvað halvslappur texti. Ég taka Halldór Gunnar í þetta. Já, en við verðum aðeins að lagfæra hann og aðeins að nörda hann upp sko. En núna heitir lagið þar sem netið nær. Já, og það náttúrulega tengist ykkar fyrirtæki. Já, miklu betri texti. Já, ok. En hvernig þið búin að hugsa atriðið eitthvað út, fatnaður og ýmislegt annað? Já, það búið að korta ekki allt saman en auðvitað ekki hægt að uppljóstra miklu það en það búið að ákveða ýmsa hluti. Við getum sagt sem svo að það var einn keppandinn hjá okkur sem að dreymdi fyrir atriðinu og kom með það bara ljóslifandi sko daginn eftir. Ok. Lýsti því fyrir okkur. Það ekki leiðilegt. En textin, hver samdi textan? Ég samdi textan. Já, og var ekkert mála að finna nýja texta? Já, jú, það tók nú alveg svona 3,5 mínútur. Já, heilar. Já. Æ, þetta skemmtilegt. En eru þið spenntir fyrir kvöldinu? Já, ótrúlega. Það ótrúlega mikil spenningu fyrir þessu. Þetta búið að vera að byggjast mjög mikið upp í vikunni. Það var æfing núna á mánudaginn með hljómsveit og það var svona hleypti spenning í mannskapinn. Já, það ekki. Eru fleiri innan fyrirtækisins að taka þátt í að búa til eitthvað? Ég veit ekki, sviðsmynd eða props eða eitthvað sem fylgir með? Það hefur nú kannski getur verið mikið en við erum bara að halda þessu svolítið einföldu sko. Hóteli vildi ekki lega okkur að vera með blís. Skiljanlega kannski. Þannig að það var átt sko. Ég veit ekki hvort það verður nokkuð meir en bara svakalega flottu flutningur og svakalega flottu lagi og einhverju búningar.
ekki nema Árni taki eitthvað surprise eitthvað leina þetta er svona með það verður bara alltið í einfaldleikan. En það verður gaman að fylgjast með, það er náttúrulega verið að velja held í hvað flottustu búningana og skemmtilegasta atriðið og svo náttúrulega og stuðningsmennina já, stuðningsmennin í salnum það veist að allir okkar stuðningsmenn er på sviði ég held að flestir í fyrirtækinu verði í kórnum já. 2-3 eftir á borðinu þeir verða bara að hafa hátt þið takkið þetta með Trumpi, það er ekki spurning ég segi bara gangi ykkur rosalega vel, gaman að fá ykkur heimsókn og já, við ætlum að fá að heyra lagi, reyndar með textanum að Saldarskunna sko, þið er eiginlega að taka þetta upp aftur ef við ætlum að spila til ykkur annar mynd en gott lag, enga síður, gangi ykkur vel Takk